Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Taste the
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Taste the
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Já. Jæja, góða kvöldið. Góða kvöldið. Hvað þetta? Allt flott. Allt flott það. Það er geggjað. Við erum mættir í bikar, við erum partið því. Já, líka hérna, viltu sína hérna alla fréttamennina hérna á leik Hauka Fjölnis. Nei, ok, það er enginn í mynd, fyrirgefiði. Það er enginn í húsinu nema Hauka TV-deildin og HB Stats. Þeir klikka ekki. Nei. En blaðamenn, skam á ykkur. Ekki MBL, það er enginn eftir. Og reka á alla. En bjóðum Fjölnismenn velkomna. Já, Fjölni er búin að vera að spila fínt hérna eftir áramót. Já, og hérna, þeir hafa átt fína leiki, óheppnir á móti bæði Stjörnun og Fram. Mjög góð. Við höfum verið væga sagt svolítið hægir, þreyttir. Við erum búin að vera mjög þungir fyrir mér. Já, kláruðu samt Fram. Kláruðu við ekki að fimmleikafélag Hafnarfjarðar? Nei, það var langt í frá að við kláruðum það. Já. Þar tókum við bara ákvaðum að geta ekkert í, 30 mínútur eða eitthvað. Það var ekki góður leikur. Það er bara verðskuldað hjá FH. Þeir leiddu allan leikinn og svoleiðis. Þeir voru góðir bara, ég skal alveg vera saman að því. En herru, nú er að koma að kynningu Haukamanna, þannig að við hérna leifum þeim. Það verður að segja þetta, það er vissum vonbrigði líka, þú talar um fjölmennfólk. Mér finnst vera mjög fátt í húsinu líka bara á áhorfendum. Það er ekkert hérna. Haukafólk og aðrir líka og Fjölnismenn, skam á ykkur. Herru, hlustum á þetta.
Það kynningi búinn? Já, ef við ekki að byrja á hérna þessari, ef við ekki að taka einn lögléttan, þessari frétt í hérna MBL. Ýmir Örn til Ræningir Löwen. Ræningir Löwen. Frábært fyrir íslenskan handbolta. Ég ætla nú ekki að, það er óstaðfesta fréttir í MBL, en hér er ekkert óstaðfest hér eða það. Við erum með þetta staðfest. Haukar TV með þetta staðfest. Já, ég ætla ekki að segja hvar, en þetta var staðfest fyrir 2 mínútum. Já. Við bara, já, það er klárt. Það er klárt. Það er gott, einum atvinnumanni fleira. Já, og geggja skref fyrir Ýmir að fara í Ræningir Löwen. Ég er bara frábær. Já, bara geggja það. Gríðarlega ánægður með hann að fara á þennan stað. Í alvöru deild, alvöru lið og bara, já. Og við erum aftur að lendi því, við erum aftur að fara í þann pakka með þetta lið okkar að menn er að fara í stærri og stærri lið. Já. Sigvald og Haukur til Kielce. Já. Ýmir núna þarna. Hundleðilega frétti núna helgina með Gísla Þorgeir. Já, bara sorglegt. Bara búin að þekkja hennar gaur og sjá hann á vellinum í 7-8 ár og hérna. Já, þetta er bara ömurlegt fyrir hann og náttúrulega bara fyrir íslenska landsliðið líka. Já, bara gæðin í þessum leikmanni. Þannig að það er sorglegt og þetta er þriðju axlameiðslum núna bara á 4 árum eða eitthvað. Já. En heyrðu, Haukar Fjölnir, við byrjum. Það er bara bikar í gangi. Það er Heimir og Vignir saman í þristum. Það er ekki oft í þá byrjun hérna. Já, þetta er náttúrulega eins og segir, þetta er Final Four. Ólafur Ægir, Binni, Orri og Adam Haukur. Það er Brynjar hérna í hægra horni og manni hvað hann heitir Viktor Berg í vinstra og Breki í skittu og Jón og Góði. Já. Og svo inn á línu er hann Arnar Máni. Já. Ég nei, þetta er bara, þetta er Final Four sem er núna undir í þessu. Og það er alveg klárt að Haukar vilja framganga. Ég er ánægður að Ólafur Ægir í byrjunarliði, mér finnst það jákvæmt. Já, við þurfum það, við þurfum hann inn. Já, hann þarf bara líka upp á að fá bara smá sjálfstraust í sig og spila. Og Gretar byrjar hérna á því að henda inn að markvörslu af línu. Já. Fjölnir búinn að ná hérna mínútu sókn í upphafi. Mínútu og 10. Já. Haukarnir þurfa að vera þolinmóðir hérna varnarlega. Já, hending hlýtur að fara að koma upp núna. Gretar komið með 2 hjá mér. Ég skrif þetta allt samviskusamlega niður. Ég sagði Jón á miðunni, það er alltaf Björgvin á miðunni. Já. Fyrirgefi. Haukar að skaut í línumannin sinn. Já. Fyrsta vörnin stóð. Hvörtum ekki við því. Nei. Það er lykill á öllu. Varnarleikur. Sjáum það. Hún er alltaf komin inn á í varnarskiptingu á Fjölni er Sveinn Nokkur Þorgeirsson. Hann hefur nú spilað hér. Fyrrum Haukamaður. Má segja hann að við átt hérna eitt titil fyrir Haukar. Átti bikarmeistaratitilinn 2008 eða 2009 það ekki. Lína vel gert hjá Orra að ná þessu. Já, Tjörfi er eitthvað bara að hnoða. Kæru skref. Fjölnir aftur í sókn. Já. Boðið með sundgleru, ég hef ekki séð hann með gleru áður á velli. Ég hef ekki séð öryggisgleru eða eitthvað, þú hef ekki putta í auga eitthvað. Þetta er eitthvað svoleiðis. Björgvin, Góði, Breki, Björgvin, innkast. Fjölnir er búinn að fá lánaðan Birgi Stein úr Stjörnunni sem má náttúrulega ekki spila hérna í dag. Hann er búinn að spila í beikarnum. Birgi Stein er í Fjölni núna. Þú ert með 7 metra, ég veit ekkert. Það er svona. Heppi með Haukapopkast og þú með 7 metra og þið vitið allt. Birgi Steinn lánaði núna eftir áramóti. Skoraði 8 mörk á móti Fram.
Það er 0-0. Svara hérna heimildamanninu mínum. Það er 0-0 ennþá og 3,5 mínútur búin á leiknum. Það er alvöru vörn í gangi. Virðist þeirra. Varnarleikur, begge liða hefur haldið. 3,5 mínútur, Fjölnir kemur á, Breki, Goði. Breki aftur. Björgvin. Haukarnir vinna boltan. Þetta er svaðalegur leikur í byrjun, maður. Hvað segir, liðin skiptast á að missa boltan? Já, fara létt með það, sko. Goði, Viktor, Björgvin. Við verðum bara að gýra þetta upp, finnst þið svona? 4-0-7 og ekki mark. Ha. Já. Það er Tottenham að fá sér fleiri mörk á eftir. Þessi tíma. Breki, Goði, sendur í hornið. Haukarnir standa ennþá, hendinn fyrir að koma upp núna á komin. Breki, já, blessaður. Þá verður bara að dæma á þetta. Það er ekki hægt að leipa þessu í gegn. Það er hérna. Já, hvað er 4 sendingar eftir? Já. Þetta er þriðji boltinn sem þeir kasta út af í innköst, Fjölnismenn. Fekk svarum það. Ólafur Ægir með fyrsta mark Haukana. Já, vel gert. Fekk áreiðanlega heimildi frá Þýskaland að Goði sé búinn að spila með sundgleru Speedo síðan 2013. Já, ég er búinn að mæta hún svo oft, ég veit ekki af hverju ég tók ég eftir. En þetta er bara, það fer hún svo vel. Já. Já, Goði, Brynjar og Arnar hlaupa saman. Þú tekur ekki eftir kliru og fara þeir og Gretar Ver. Gretar að byrja alveg á. Anton alveg með þetta á hreinu. Það hefur runnið fyrir. Hann tiplaði þarna eitthvað, en ég veit ekki hvað var. Nei, Jónas gaf það mitt, sýndi það. Jónas tók steppdansinn hérna. Hann tók hérna kúrikadansinn. Já, nei, heyrðu, það er Rúmari að bæta. Ég vil fá mynd af fyrsta fjölmiðlamanninum í hús. Hann tekur upp svona 2 mínútur á eftir. Hann er í mynd núna, þið sjáum hann. Hann fær verðlaun, en hann er að reyna að koma upp læsta hliðið. Já, gott hjá. Breki, Goði. Já. Brynjar. Þú sérðu þetta. Sjáum þetta, ég er. Heyrðu, er þetta variskot? Slá inn hausinn, hnakkinn út. Hvað segirðu það? Nei, vel gert. Góð sending hjá Adam inn á Vigni. Og Vigni kemur augunum í 2-0. Já, vel gert. Gretar fær varið. Já, það er svoleiðis. Goði, Björgvin, Goði, Gretar. Hvílík sending. Hvernig að greip hennar bolta. Ertu að grína? Geggjað mark. Sendingin frá Gretari hérna. Sendingin og hvernig hann húkaði með vinstra norri. Þetta var bara Super Bowl sending hérna. Já, það var geggjað. Heyrðu, Fjölnir, það eru 7:20, ekkert mark. Þetta Breki fær nú að hitta einu. Þeir þor ekki að skjóta nú. Breki, Björgvin. Mæta, Vignir og Óli. Kári hendur í leikli, ég skil það enda mjög vel að 7,5 mínúta búinn og Fjölnir ekki komin á blað. Ekki það, við erum bara konum með 3. Sem fyrir rauninni ætti nú að vera tölvert. Já. En það var svona titringur í gangi hérna í upphafi leiks og liðið voru bara að kasta boltanum frá sér. Hvað? Já, ok.
Hver hérna DJ í dag? Ég sónaði út þegar lagið byrjaði hérna. Frikki eða Jón Nathan og Jón Brynjar að spila. Þetta ekki hægt. Ég sónaði brút. Ég sé hérna, það fólk hérna með stóramæli með að sjálfsögðu komið því að með hérna kjött frá kjöttkompaníinu í sveitinni að sjálfsögðu hlusta okkur. Það ekkert endilega að horfa en allavega að hlusta. Allavega að hlusta. En það miklu gáðulegra heldur en að vera að horfa. Já. Leikliðið hjá Fjölni búið. Sjáum hvað það gera. Já, hann kominn inn á hann Elvar Vilhjálms. Sonur hans. Góði. Nei, Hjálmarsson. Sonur Hjálmars Vil. Já. Fyrsta markið af Fjölnið, 8 mínútur. Aukakast. Óli náður að losa hann inn á línu samt. Já. Ég tengi aukakasti. Já, það komið aukast. Komin í nokkuð skref. Sjáum, Óli með inn á Heimi. Þetta í víti. Já, vel gert Heimi og gult. Góði kominn 2 metrinn í teig. Já, og kaftinn okkar gamli, hann einn af þessu sem vorum að skamma á hann, hann mæti ekki í húsi þetta. Matti Smíður, hann bara upp í sófa að horfa. Þetta ekki afsökun, sko. Þetta gengur ekki, sko. Skilsamt að hann vilji horfa frekar okkur og hlusta okkur. Hann getur bara kveikt á símanum og hlusta. Herðu, Orri setur hann á vítinu. Kemur svo fram og gerir eitthvað. Orri. Herðu, 4-1. Haukar. Góð byrjun í Haukunum. 10 mínútur búnar. 9:20. Ef að Fjölnir heldur áfram í þessu markaskori þá verðum við yfir allavega með einu. Þetta var geggjað. Ríkalega flott sendingi á Góða inn á Arnar. Góði. Óli. Heimir með 2 línusendingar. Nei, Adam með 2 línusendingar. Já, hann búinn eiginlega við árið held ég núna. Já, 5-2. Það var ekki fallegasta mark sem Heimir hefur skorað. Skaut í magan á honum inn. Já, þetta var mjög undarlegt. Já. Já. Góði. Kannski. Breki. Elvar. Lendir í höndunum á Adam. Já, ekki ná 50 kg munur á það. Já, það svolítið hlutur. En hann rosa snöggur á fótunum þessi. Já, efnilegur strákur. Já, gríðarlega. Góði. Já, hann svolítið að taka leikinn hjá Fjölni, sóknarleikinn. Skora 2 mörk og eiga línusendingu sem skapaði mark. Hann búinn að eiga þátt í öllu mörkunum. Já. Ólafur Ægir. Eins og ég sagði, ég er ánægður með að fá Óla Ægir hérna inn í byrjunarlið. Hann svona, hann hafði þurft þess bara. Já, Elvar. Hann bombar sér bara upp og setur hann. Nú erum við búin að fá okkur mörkum 4 sóknum í röð. Já. Það ekkert verið að spara þetta hérna. Nei, það er bara hendi í þetta. Já. 2 marka munur. Já, 6-4. Og Haukarnir með þetta á skjánum. Soldið værukærir. Byrjuði hérna svona ákafir en svona aðeins að róast yfir þeim. Jónas klikaði og hljótur að flauta. Það hefur verið 3. línusendingin á Adam, þá ætti hann að fara út af verið ekki. Tjörfi, inn á Heimi. Já. Heimi setur hann. Góði að hamast á bakinu á Heimi á meðan Heimir fór inn. Gretar. Það var hann að Góði senda hann óvart inn á línu. Hann misti boltan og hann fór í gegnum klófið á Adam og inn á línuna. Nei. Þetta, já.
Talandi að sóna út, Einar. Ég sóna stundum út, kemur fyrir. Tjörfi. Adam kemur upp. Já. Stöngin. Ánægði með hann samt, var að fara í þetta. Góði kemur á. Breki og Gretar Ver. Ég ætlaði að fara að segja skref en það var eins gott. Það segir Gretar ekki fengið varið. Nei, þetta er skot. Nei, ok. Kemur, vel gert. Það er Gretar komið með marga bolta. 7 segi ég. Steinn veit að betur. Það er Gretar búinn að vera. 5 segir Hábjörnstad, þú segir 7. Fyrir milliveginn, ég segir 6. Það voru þarna 2 upphafi sem var aukakast, ég veit ekki, var í einkast eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta er skrifað. Nei, ekki veit ég. Þetta er aldrei eins maður. Heyrðu! Fjölnir getur minkað í 2. Já, Breki, Elvar, Breki, fótur, þetta er... Vignir. Nei. Vignir. Ertu að grínast maður? Hann eyddi þessa 2 fallegu sendingafintur. Láttu bara ungu strákanum þetta Vignir. Ánægði með þið samt. Upp á sleikmaður mín, það breytist ekkert í því sko. Það segja þessu að Guðjón Val þegar hann fór út í fyrst skipti. Breki setur hann, minkar í 2. Þá var hann að spila með Torgo Vanov. Torgo Vanov vann boltan og hann stoppaði miðinu og beðið til Gauja. Sagði svo við hann, ég hleyp ekki hraðar. Ég hleyp ekki fram. Nei, ég hleyp ekki fram. Hann stoppaði bara miðinu og beðið til að Gauja kemur. Já, til hvers? Til línumenn. Hotnamenn leipa hraðarlöp. 7-5. Óli með skot. Varið. Og Fjölnir getur minkað í 1 mark. Ok. Já, hann er samt bara Bjarki bara með 3 skot varinn segja þér. Elvar, já. Markmaðurinn var ekki viss. Hvað segir þið? Hann var ekki viss á reglunum. Nei, þetta var svolítið líka... Já. Hljóp með hann aftur fyrir og út fyrir. Já. Haukarnir vinna boltan, geta komist 3 mörkum yfir aftur. Tjörfi, Óli, Adam, binnileysir inn. Tjörfi kemur á, Adam, þetta er skot. Þetta er alltaf mark. Það var ekkert annað í stöðunni þarna. Nei. Vel gert, Jónas. Herðu, já. 8-5, þetta er að haldast þetta 23 mörk, þannig að við við þurfum að girða okkur aðeins núna varnarlega. Já, nú skora Nei. Vignir, aftur fremstur. Þetta er eiginlega skandall fyrir hotnamennina okkar að Vignir skulle vera fremstur innan tjóðsöknum í hraðarblöðum. Já. 9-6. Klikar talningin, Vignir. Ekki alveg að fljótur aftur. Og hann var fram. Já. Innleysingur vinstra horninu sem að Fjölnir nýti vel. Herðu, Hauka kom í sókn aftur. Já. Geta aftur farið 3 mörkum, nei, geta komið 4 mörkum við, býtum við. Já, hraðarflöpi á Vigni. Vantar ekki mark hjá Fjölni. Já, nei, við
við skorum úr hraðaflöpu Vignir, það var 8-6, nei 8-5. Til aðeins. Ekki með þetta, sko. Þú getur ekki sóna svona út í tíma og ótíma. Herru, Orri aftur á punktinn. Já, Óli að fiska víti. Já, Óli búinn að vera svolítið... Það var tekið einn spari hérna. Já, tekur á hausinn á honum. Já. Kemur Haukonum 4 mörkum yfir. Já, Breki, Elvar og Goði núna hérna. Elvar búinn að koma nokkuð frískur inn í þetta. Bara búinn að frískur upp á sóknaði, byrja allavega að skora. Já. Og veit ekki, Björgvin kannski og hægur eitthvað, veit ekki hvað það var, en hérna, hann fór á bekkinn í staðinn. Já. Ég held að sé búinn að klikka 2 sóknir síðan það gerðist. Það var það, og annari sókninni skoraði Vignir Hraðbjörg og hinni klikkaði Vignir Hraðbjörg. Svo held ég síðan Elvar kom inn á, cirka. Já, Goði, Breki, Elvar, ræðist á og ég held að kemur hann línuna. Arnar er komin líka út af. Goði, Gretar Ver. Ólafur kemur á, nú sé ég Adam upp, meini. Sleppa driblinu og koma beint í þetta. Já, víti. Haukarnir eru töluvert ferskar núna heldur en hafa verið í síðustu 2 leikjum finnst mér. Meira líf í þeim. Já, hærra tempo. Já. Meiri ákveðni og bara Orri klikkar, setur hann í stöngina. Já, þetta var vel gert hjá honum hérna. Það er ekki Axel. Axel Hreinn Hilmarsson. Axel, gerði mér nú lífið leitt í þriðja alltaf í fyrra. Þessi drengur. Góður, efnilegur. Ég sé að Ramos er ekki heldur með. Nei, og Þorvaldur Tryggvason komin inn á línu eins og sagði ráðan. Arnar komin á bekkinn. Já, vel gert hjá Adam. Já. Þegar hendina komu upp, komin. Fimm sendingar eftir. 2, 3. Hendi niður. Guldspjald á Ólafi, ekki veit ég af hverju, en þetta Lind. Anton, þú er aldrei fengið guld fyrir það þú spilaðir. Sem var nú einn mest í jaxla á velli, sko. Það er það sem ég meina. Breki, Elvar. Binni. Fyrstu fram. Vel gert. Kemur í 5. Já. Goði með erfitt skot og erfiðu færi. Og upp með þig. Upp í loft með þig. Já, fínt. Þú verður að taka þessi skot og bara ekki hægja á þig, drengur. Nei. Fíla það ekki. Nei, það er rétt. Þetta er í annarskipti sem manni finnst. Já. Adam hefði raunin átt að koma á fullu. Ekki alveg svona á fullum krafti finnst manni. Nei, það er, Fjölnir áfram, getur minkað niður í 4 mörk. Óli vinnur boltan, held ég, Heimir með sendingu fram á Binna. Binni Rafleifi á 12-6. Kári er farin að
huga öðru leikliði Silfur. Já, þetta mjög vondur kafli núna. Já. Það var 8-5 og það 4-1 kafli aftur núna. Já, þetta erfitt fyrir Fjölni. Gerir sig klára að koma inn á höfðum núna. Aron Ingi gerir sig klára hérna fyrir aftan bekkinn. Já, hann er frá Akureyri, Þórsari á upplægi og bróðir hans þarna á bekknum líka. Já. Og Gretar Ver. Gretar alltaf búinn að vera gjörsamlega frábær hérna í þessu fyrirháleik. Og skref, sammála. Já, þeir slóðu nú sjálfur í boltan þarna eitthvað. Já, ég reyna að finna hérna aðra leiki. Ég sé það hvergi. Það Stjarnan Selfoss, ég ætla að sjá hvernig það væri. Hann fer í það, hann Bjarki. Ég veit ekki hvað við viljum þar áfram í Final Four með okkur. Ef við hugsum hagstætt, við töpum oft fyrir Stjörnunni og Selfoss með Hauk. Já, það 10-6 fyrir Stjörnunni. Já. Á morgun eru svo hinnir tveir leikirnir ekki, IBF, FH. Já, hörku rimma út í Eyjum. Og þetta er unningur og hvað er? Fáum þetta aftur. Hvað er senasti leikurinn í áttöluðslu? Afturhelding IR. Afturhelding IR. Eða IR aftur, ég man ekki hvort. Hann er farinn fjölmiðlamaðurinn. Já, hann tekur upp hérna 5 mínútur til að eigi innslagi 10 fréttir. Já. Einar Örn nafni minn, þetta er ekki boðlegt. Erum við að tala saman? Meistari Andri Skeving. Mætir inn á og tekur eitt viti. Ver leið og Ndombele setur eitt fyrir Tottenham hérna í beinni hjá okkur. Tæknimaðurinn klikkar ekki á neinu, það eru 3 skjáir hérna og það er allt að gerast. Þannig að ef við sónum út, þá erum við bara að horfa á eitthvað að skjánum hérna. Það er 12-6. Já. Það er hérna. Nei. Nú sá ég ekki hvað gerðist. Ég var að laga headphone-um minn. Já. Já. Góði. Spörtu fólki er alltaf að horfa á. Ólafur er byrjað að pæla í 6-0 vörninni og Fannar og Sigríður er að klálega með þetta í stofusjónvarpinu heima. Já, og svo er nú slatt af hérna æfingafélagum okkur hérna í stúkunni líka. Já, mér sýnist bara mikið að... Já, sjá binna! Það eru foreldrar Jón Balds eru hérna í stúkunni og held ég út að vera ykkur fleiri. Já, ég sé búin að sjá okkur 4 hérna eitthvað. Já, þetta er hérna erfitt hjá Fjölnismönnum, það verður ekki sagt annað. 25 minnir búnar og búin að skora 6 mörk og Tjörvi smellir einu. Breki, ég bara mestu vonbrigðin hérna í dag fyrir mig er bara Breki. Já, Breki er búinn að vera mjög rólegur hérna í fyrrháleik. Kannski 3 skot, 1 mark á 25 mínútum. Þetta er svona atkvæðamesti búinn að vera að draga vagninn hjá þeim. Ég held nú að máumi væri að læra á Akureyri en hann er klálega bara að horfa. Þetta er tveggja minna brottvísun. Við erum að ræða saman hvort það er að vera rautt. Já, þetta er hárrétt. Ég mun að Vigni fer í andlitið á honum bara og... Já, þeir taka alltaf samtali. Það er ekkert óeðlilegt við það, maður. Nei. Ég hef vísað þeim út að þau gefum rautt, sko. Það er klárt, sko. Já. Þá hefur við orðið brjálaðir. Já,
Anton fengi að heyra eitthvað í hérna Hauka-TV þegar hann horfir á þetta aftur sko, hann segir það, hann horfir alltaf á það því að vilji fá kommentir frá okkur. Já, hann segir það, besta gagnrýni komið hérna. Já, þetta segir sagðan. Já, Orri var heppinn, Breki kemur. Góði, sendur út í hornið. Gretar, já, klukkan. Þetta nú, já, ok. Það var snerting. Við Frikki erum sammála. Allt í lagi. Var þetta ekki Varinsteinn? Það var því, já, klár. Þetta er að koma honum út, eða? Ertu orðinn umbóðsmaður? Gretari? Ertu orðinn umbóðsmaður? Já, það væri aldrei að mánaðar, eins og ég segi, Gretar upplifa draum sinn og komast út. Hann á það sannarlega skilið. Já, þessi drengur. Það væri frábært skref fyrir hann. Já. Það eru Haukar koma, geta komist. Já, Erum að grínast, gamla, feikið. Já, Gretar, snöggurinn. Snöggir að skipta. 14-6. Þetta er eins og ég segi, þetta er gríðarlega erfiður kafli á Fjölnismönnum. Búin að vera, þeir eru ekki búin að skora held ég núna bara í einar 10 mínútur eða svo, 10-11 mínútur. Það eru einu fleiri hérna í sókninni og það gengur samt ekki. Já. Brynjarinn úr horninu, anskorar. Heggur á hnútinn, loksins. Bjarni Geirvinur okkar er náttúrulega með 2 skjái í gangi eins og við sjáum hérna. Það er Tottenham og Hauka-TV. Já, við vitum hvað hann hlustar á, hann hlýtur að hlusta á Hauka-TV. Já, og vitum hvað hjartað slær í þessu. Já, brottvísvögnin liðinn. Já, og 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik, 14-7. Og það er 14-7 í Stjarnan Selfoss líka. Fyrir Stjarnan, já. Já. Óli nær að tróða boltanum inn á Heimi sem að setur... Ótrúlega segur Óli þetta, góður leikur hjá honum. Bara frábær fyrirháleikur hérna í Óla. Ég er bara besti sem hann hefur spilað held ég núna frá því hann kom. Fyrir mig. Það er bara búinn að vera virkilega góður. Ánægður með hann. Já. Og meira í bæta í sjálfstraustið hans. Gretar með ennett, boltan. Hann hættir ekki. Nei. Komið 8. Ásgeir. Ég tók þess að 2 af honum sem Hábjörn stafsaði. Ásgeir. Það var fyrsta sókn Ásgeiri. Já, þú. Hann sá þig hérna og var að reyna að gefa þig. Já, það var eitthvað. Já, Ásgeir hendi boltanum út af. Og Fjölnir getur minnkað í 15-8 með 8 markið sitt. Brynjarinn. Já, ekki aftur Klopi. Nei. Orri gaf honum hann að færi. Var ekki var? Nei. Gunni hendur í leikli og dreif Ásgeir út af. Hann vildi ekki fá hann aftur hann í sóknina greinlega. Já. Og hérna, hér er 15-7 og við erum að tala 15-8 í Garðabænum. Já, þetta kemur ósvolítið óvart. Mikil munur. Já. Ég horfði á reynda bara kafla á leiknum Selfoss IBVF. Sem var í síðast umferð í Ólís. Það var mjög svona skrítin leikur líka. Já. Ég held að það verið 30 og eitthvað tapaðir boltar í honum. Að báðu liðum. Sem er nú, ekki segja þessi tölur til við meðalagi. Já. Sjáum hvað Gunni teiknaði upp hérna síðustu 20 sekúndunar. Já, hann vil ná einu marki. Já. Það eru örgulega betur en sóknir á afturhaldinga móti Val. Það sem afturhaldinga gat unnið. Adam kemur í skotið. Það var
Fjölnir að minnka muninn. Í 7. Já, ég verði að segja það, Afturelding Valur, það var misskilningur. Já, misskilningur. Mikil misskilningur að það Valur á víti þegar 40 sekundur eftir og Gunnar Malmqvist leit ekki á klukk, bara hélt að það búið að stoppa tíman í vítinu. En dómarinn létu klukkuna ganga sem að bara ásá sem alveg að gera. Svo víti tekið og þeir eru einkast og hann fær hann og hann lítur aldrei á klukkuna, hann heldur að séu 35 sekundur eftir þeir að taka einkast sem voru 15. Og maðurinn í vinstra horninu var alltaf að veifa og láta vita. Svona gerist þetta í stressinu. Herðu, hálfleikur 15-8. Já. Í 8. 15-8 og við sjáumst eftir korter. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood.
Jæja, þá heyrist alveg í okkur, já. Þá að styttast í seinni hálfleik. Seinni hálfleik. Og það eru markmannsskipti og hornamannaskipti hjá Haugum. Ekki Einar Pétur kominn inn á. Já, Einar Pétur mættur. Ég held að hann hafi verið á bekknum með Hauka TV í gangi áðan og ekki verið að hugsa leikinn. Já. Já, það fínt, þetta gott. Já. Það svona smá bara. Gretar samkvæmt mínum kokkabókum með 50% markvarslu. Það allt í lagi, í hálfleik. Já. Hauka byrjum boltan. Já. Óli, búinn að vera flottur hérna í kvöld. Tjörfi, Óli. Óli kemur á. Og Adam. Þetta skot bara. Þetta 2 mínútna brottur sem að Svenna. Nei, Arnar sýnir Svenna. Já, það klart. Beint í hálsinn á honum. Það hárrétt. Já, við sjá þetta hérna aftur. Og víti, Orri kemur inn til að taka vítið. Klikkaði hann ekki á hann? Klikkaði hann. Já, það bara... Klikkaði á... Vel gert, Orri. Klikkar ekki núna. Einar ætlar að fiska boltan. Bíður, hann bíður. Bíður og bíður. Ég vil allar hann að bíða. Sæl. Já, 16-8. Fjölnir var ekki ennþá búinn að kveikja á því að hann væri út. Já. Sama stað og í hálfleik hjá Stjarnan Selfoss. Stjarnan 16-8 yfir í hálfleik. Já. Það er hörku framistæða hjá Stjörnin í fyrri hálfleik allavega. Stjarnan lið sem ég hraðist mikið. Já, það er 2 lið sem er búin að vinna Hauka í vetur, það annað er Stjarnan. Breki með seinni, já það er enginn í marki. Einar fer létt með þetta. Svo er fyrsta markið sitt í leiknum. En við hlustaði vel á því hérna í, nú veit menn hann hafi verið með Hauka TV í eyranu í fyrri hálfleik. Já, virðist fókusörar hérna. Já, 17-8, 9 marka munur. Það er ekki góð byrjun hjá Fjölni í seinni hálfleik. Þetta er Rauningur. Það er orðið svona, já. Salamóni mættur. Já. Breki á. Góði, Breki. Brynjar. Hendi komin upp. Já, vel gert hjá Góða. Já, setur hann. Fyrsta markið á Fjölni í seinni. Brottvísunin búinn hjá Fjölni, þannig að það eru jafnmarkir. Haukarnir koma að geta skorað sitt 18. mark. Og Einar Pétur leysir inn, Adam, Tjörfi, Heimir undan línunni. Ólafur, já vel gert Óli. Já. Gott skot hjá Óla. Já. Það fór ekki inn fyrir línuna. Góði, Andri klukk á þennan. Já, Andri verður hann. Tjörfi árás og upp með þig. Já. Fjölni nær að stoppa seinni bylgjuna. Já. En geta skorað sitt 18. mark. Komist aftur 8 Óli kemur, Adam, Tjörfi. Heimir. Víti. Já, það eru bara inn í teig.
Heimir búinn að vera góður í þessum leikleika, kom með 3 mörk og held ég 3 ef ekki 4 víti. Orri kemur inn á til að taka vítið. Fjölnir skiptir ekki markmann í þetta skiptið. Já, þetta var allt í lagi. Þetta var ekkert að fara henni minn. Nei, þetta var... Það þarf nú oft lítið til að þetta klikki. Já. 18-9. Haukar. Hjörtur að gera sig klára hann að koma inn á hjá Haukunum. Það er eiginlega bara alveg sama hvað Fjölnir gerir, það gengur ekkert upp. Vinna hérna, vinnu frákast og stígur þá í línu. Já, Einar Pétur. Missir boltan. Björgvin, Andri Ver. Þetta Brynjar ekki, svo sem var að fara inn. Já, var í hægra horni í fyrri hálfleik. Viktor kominn út af. Ekki Björgvin. Já, Brynjar og... Já, það er 19-8 í Garðabæ. Þetta fylgir svolítið að hérna tölurnar í Ásvöllum og í Mýrinni. Breki. Skorar. Já, 18-10. Miðað við leikinn sem ég sé hjá Fjölni núna eftir áramót, þessa 2, þá finnst mér þeir mjög dabrir hérna í kvöld. Það verður að segja til þau Heimir að ná í enn eitt vítið. Orri kemur væntanlega inn á og til að taka það. Og klikkar. Nær frákastinu og skorar. Orri með sitt 7. mark. Orri markahæstur hérna á Haukum, langmarkahæstur í rauninni. Og búinn að skora allavega hvað, 3 úr vítum. 3 eða 4. Og heldur Haukunum í 9 marka fórustu. Breki. Vel slútað hjá Aron. Aron Inga. Minkar munin í 8 mörk. Frikki reynir að kynda upp liðið. Hjörtur kominn inn á. Já, Adam á bekkinn. Já, það er bara allt í góðu. Já, fínt. Ef þetta er ekki tíminn til að gefa mönnum breyk, þá veit ég ekki hvað. Hjörtur kemur á. Tjörfi. Hendur komin upp. Dóri ætlaði að fara að hlaupa í vörn eða eitthvað. Já. Tjörfi kom með sendinguna niður í horn, en Dóri var farinn bara. Já. Andri. Við erum bara svona hálf hættir á... Já, þetta er svona svolítið kjánulegt. Eiginlega svona fókusleysi eða svona, já. En að missa bara fókusin einhvern veginn. En Fjölnir skoraði ekki, þannig að það er áfram 8 marka munur. Já. Og Haukar geta komist í 9. Óli kemur upp, Hjörtur, Tjörfi, Einar Pétur, Tjörfi og Hjörtur. Óli, hendin fyrir að koma upp núna. Hjörtur með skot og skorar. Hjörtur Ingi. Vel gert hjá Hirti. Kemur í. Skoðið nú bara að vera komin í gegn þarna. Já. Það er ekki hort fram fyrir sig.
Hann var sloppinn í gegn. Já, mér fannst það. En hérna... Já, 20-11. 40 mínútur búnar eða 39,5. Góði, Breki. Já. Jónas stoppaði þetta svona áður en hann þurfti að fara reyng út af. Haukar geta komist 10 mörkum yfir í þessari sókn. Þetta er orðið svona svolítið. Já, það er ekki mikil spenning í þessu. Eins og staðan er núna, það þarf eitthvað mjög mikið að gerast til þess að Haukarnir missi þetta niður sem þetta forskot sem er komið með. Það er klárt. Einar Björn, Einar Björn læddist þarna inn á línu. Óli sótti bara ekki. Nei, ef Óli er komið eitt skref þá hefði það verið Björtur. Já. Ólaður framhjá. Hendið var komin upp. Þetta er skref. Jónas ætlaði þetta með skref en hætti við það. Já. Já. Nú er Björgvin kominn inn á og Aron er í hægri skittunni og Goð á miðunni. Breki kominn á bekkinn. Ég er sammálegar, ég hef svona með að hvernig Breki er búinn að vera að spila í vetur þá er þetta viss vonbrigði hvernig hann er búinn að vera í þessum leik. Já. Brynjar og Andri. Andri tekur hann með vinstri kinninni. Kári hendi leikli á meðan. Þannig að það er leikli fyrir leikli á Fjölni. Stöðunni 20-11. Og hvað? 18 mínútur eftir, eitthvað svoleiðis. Hvernig er staðan í Mýrinni? Ertu með mér eða? Já, ég er að kíkja 21-12. 21-12, þetta er svolítið magnað. Já. 8 liðið úrslitum í bikar og úrvalsdeildarlið í báðum. Já, og í þessu tilfelli erum við með hérna topplið og næstnæsta liðið. En í hinu erum við með liðið sem er í 4. og 5. sæti að tapa. Já, já. Já, og er í sko... Selfoss í 7. sæti og Stjarnan í 8. og Stjarnan er 9 mörkum yfir eitthvað. Já, bara þetta eru sama milligjöf hérna og í Garðabænum. Já. Ég með svolítið magna, maður átti von á hörkuleik þar. Já. En bara Stjarnan á að gíra sig upp í þetta. Já, þeir voru ekki góðir í síðasta leika, það síðasta. Stjarnan, á móti Fjölni. Og á móti IR líka, IR tók á sko bara... Móti Fjölni unnu er bara í síðasta skoti leiksins og... IR tók svo snýtti þeim á heimavelli. Björgvin kemur. Já, mér finnst það bara svo hægur hann Björgvin. Já, í samanlagi. Já. Koma Björgvin, Goði, Björgvin, Aron. Við förum að fá að sjá Svenna í sókn. Við förum bara að fá að sjá Svenna í sókn. Ég held að Svenni sé hættur. Hann sestur á endan á bekknum og ok. Bara komin í pásu. Komin í hvíla fyrir næsta Ólafsdaldarleik. Já. Björgvin. Hendin er uppi, ég veit ekkert hverju margar sendingar eftir. Goði kemur á. Þetta sé síðasta. Og það er alveg sama, þetta þó að falli fyrir þá frákvöstin og þá bara annarkvort ver Andri eða klikka. Fjölnir eru bara heillum hornir. Eins og ég segi, búin að spila vel fyrstu 2 leikina
Fyrstu tværumferðirnar eftir áramót. En hérna núna þeir bara nánast ekki mættir. Já, Björgvin komin fyrir framann. Já, við erum kærulausir. Búin að vera það núna. Bróðurpartinn í seinni. Já, það er náttúrulega bara 17 mínútur eftir að leiknum. 8 marka munur. 8 marka munur og búin að vera það. 9 marka munur, já, búin að vera það í svolítinn tíma. Já, og það er ekkert að fara að breytast hérna, sko. Mér finnst það ekki. Nei, svo ég segi það þarf eitthvað mikið að gerast. Haukarnir eru það einbeittir og þeir eru ekki að fara þó að þau séu búin að vera að henda boltanum svolítið frá sér núna í síðustu sóknum að þá, eins og þú segir, þeir eru fókuseraðir varnarlega og Fjölnir bara á erfitt með að og mjög erfitt með að skora. Tvær á Adam. Já. Björgvin bróðir hans hleypur til hans. Fekk högg á sig þegar hann fór inn. Já, og þriðji bróðirinn, hann er hættur í handbolta. Hvað var það að því það? Starter í vinstra horni í upphæði móts. Já, það er sorglegt. Mjög efnilegur strákur og mjög sorglegt að hafa mist hann, ég veit ekki á hverju. En gríðarlegt efni, ég vona að hann snúist nú hugur og komi aftur. Hann er ungur, hann getur það ennþá. Já. Heyrðu, 20-12, það er ekki jafn mikið fjöru í fyrra áleik, sko. Þetta er aðeins hægara. Já, þetta er svona eiginlega Haukarnir svona nánast voru náttúrulega búin að klára hann að leik hérna í hálfleik, sko. Já, komið í skref. Haukakast. Óli klemmari. Já, Fiskbjörn lætur. Hjört á þetta. Hann lætur tíman, étur svolítið tíman á klukkunni, hendur komin upp. Vel gert hjá Tjörva. 2 mínútur. Já, Anton alveg með þetta upp á 10. Sumir segja að sé með þetta í teskið. Það er svona misjafnt hvað menn vilja kalla þetta, en hann er með þetta á hreinu. Anton? Já. Hann beið líka þarna, sá að sóknin var að ganga upp og leiði mönnum að klára. Leiði leiknum að, sem sagt, já. Sóknin að klárast. Það var vel gert hjá honum, já. 21-12, þetta voru skref. Elli sjúkraþjálfari bara smellir á skallan á sér. Já. Já, þetta er rólegt yfir þessu, Einar. Það er svaðalega rólegt yfir þessu. Þetta er Rauningur. Það var inn teg, segir hann. Aftur. Já, ég er ekki sammála. Ég held að hann hefði ekki verið inn teg. Ef þetta hefur ykkur annar í Hjörtur, hann er aldrei inn í teg. Aldrei inn í teg. Jónas, þegar horfir á þetta. Rauningur. Og Brynjar setur hann. Já. Nokkuð sem þetta hefði verið Ásgeir sem hefði staðið þetta, þá hefði þetta verið Rauningur. Hann hefði aldrei náð þessari hreyfingu. Of langt. Hann hefði verið kominn þarna, hann hefði verið búinn að vera hann svo lengi. Já. Hvað er staðan í Garðabænum? 25-15. 10 marka munur. Já. Já, það er magnað. Ég held að allir vildi fara í höllina. Ha? Hvað er hann að
dæma þetta. Já, Hjörtur heldur í hann. Já. Katastróf Jónas minn. Bara... Hjörtur í 5-1 vörðinni á Haugunum núna, Hjörtur fyrir framann. Já. Fjölnir skiptur markmann. Andri Ver. Já, þetta ekki gaman að þessu. Endon Bele með mark nr. 2. Nei, þetta hálfleikur unnur. Já, það er 1-1 í hálfleik. Já. Óðinn Freyr Heiðmarsson er komin inn á línuna í Fjölni. Já. Ég er alveg samfærður að það er annar rángfeðraður. Óðinn og Aron. Hann er sagður Heiðmarsson og hinn Heiðmarsson. Já. Ég held þetta séu bræður. Þú þarf nú ekki annað en að horfa á. 17 og 19. Já. Þú ættir nú að þekkja það. Þú átt nú eitt sem er talið vera líku þér, en ekki bróðinn. Já. En Hreiðmar pappinn og Heiðmar pappinn. Já. Erum við að tala saman það? Ég sé hvað þú ert að meina. Hörðu, Ólafur með... Já. Með sitt... Það var bara þriðamarkið hans. Já. Já, hann er búinn að vera flottur samt í leiknum. Búinn að vera, eins og þessi, fyrir mér er þetta hans besti leikur frá því að hann kom í Hauka. Björgvin, hann er ekkert að sækja. Andri. Það er Andri, þú merkir ekkert við Andra bara. Þú hættir bara hérna í hálfleik. Ég segi þú hættir bara að merkja við Markos í hálfleik. Já, ég klikkaði á sig fyrir hálfleik og... Andri Ver. Andri kom með 8, já, Einar Pétur. Andri kom með 8 í seinni hálfleik, segir Hápjastad, þetta á í liðinu okkur. Þarf ég að fara að vakna við þetta og merkja við þetta líka? En þú getur verið með það, hann er komið með 8. Báðir synir Heiðmars Fel, staðfest. Já. Heiðmars... Við þekkjum hann. Örfenda. Já. Ég spilaði á móti honum. Sæll, á hann 2 sem eru hér, eða? Það er greinilega. Hann byrjaði ungur, það er klárt. En þá eru þeir sterkir líka, eins og sést. Þeir eru eitthvað líka í pappa sinni. Björgvin. Sæll. Já, ég held það, þannig að skýrslan er vitlaus, við vinnum alltaf 10-0. Já, svona er þetta. Já. Þannig að þú vilt meina það er alveg saman hvernig sem leikur fyrir Fjölnir tapar. Já, þeir hafa ábyggilega að vita. Já. Og upp með þig. Já. Herðu, og í hérna vinstra horni á Fjölnir, Jón Bald Freysson, hann er kominn inn á. Já, Jón Bald. Við þekkjum fjölskylduna hans. Já, ég held að sé öll aðeins með okkur á mótna. Já, nema hann. Já, stundum. Og Viktor aftur inn. Já, þetta er svona mjög þunglamalegt hjá Fjölni. Og Andri bara ver. Og var Andri komið með hvað, 10 bolta? Új. Já. Já. Var þetta ruðningur? Hann er með þetta pælið, mér finnst það svo skrítið. Hann kom hlaupand af bekknum á hann. Já, og hérna, mér fannst Hjörtur nú ekki eins og var að koma með boltan. Nei, en það getur náttúrulega verið bara sagt ruðningur og boltan sem vann. Já, ég fannst þetta allavega... Mér fannst bara báðir á ferðinni, sko. Já.
Hjörtur var að gera vel að vinna tilbaka en Jón Bald vinstra hotn setur hann. Já. Vinstra hotn. 6 marka munur og hvað eru? 9 mínútur eftir. 10, já. Gunni hendur í leikli. Hvað segir við um Garðabæinn? Hvað er að fjölda þar? Það er 11 marka munur. Og Stjarnan bæti bara í. Já, Haukur Þrasta var að brenna víti. Já. Það er líka Brynjar Darri með 12 varða og Alexander með 3 og Einar Bald 1 hjá Selfoss. Einar Bald, já, ok. Það munar 8 skotum á markúrslu. DJ-ennir okkar að fara yfir í dag. Já. Gunni vill aðeins skerpa á þessu, ég skil þessu sem alveg. Það er svona dotti svolítið niður einbeitingin hjá Haukunum. Já. Og svona einhvern veginn ekki alveg sami kraftur í þeim og var hérna. Sem er svo sem kannski ekkert óeðlilegt, ég segi það ekki, en samt. En það eru 8,5. Já, það er 8,5 mínútur eftir. Og 6 mörk. Þannig að við þurfum að fá svolítið power í þetta núna. Já, það þarf að loka þessu. Aðeins að spýta í. Sjáum hvað Gunni sett upp. Adam kominn inn og Hjörtur fær hvíldin aftur. Þetta köllum við bara brottvísun. Já, með ferð aftan í hendina á. Já, ég meina, þetta er bara kjánalegt brot. Þú ert bara að biðja um brottvísun. Það er ekkert annað. Ég veit ekki alveg hvað, okkur er eitthvað að kvarta. Þetta er bara... Adam upp í skot, en það varið. Adam, 1 mark í dag. Ég held að við fengjum Adam svolítið upp í dag. Eigum hann inni. Það er Valur á sunnudag, næsta leik. Já, hann er svolítið mikilvægur þá. Já. Hann er það. Herðu, já, Fjölnir getur minnkað í, hvað, 5? Já. Elvar. Ekki það hefur reynst Fjölnir erfitt að skora í þessum leik. 17 mörk á 53 mínútum. Eða 53. Það er ekki mikið skor. Nei. Hendi komin upp. Jón Bald aftur inn úr vinstra horninu. Já, búinn að setja 2. Já. Það er svona með lífsmarki hjá þeim. Ólafur Ægir, já, vel gert. Heldur 6 mörkunum, Ásgeir kominn inn í og segðu öfuga skiptið í vörn. Já. Svona með við örfendan. 2 örfendir í varnarleiknum. Fjölnir kemur á brottvísunin, liðinn, skoði, Andri, er sitt, hvað, 11. skot? 10. Hann er með 50%, það var 8-8 hjá Grétari og 10-10 núna hjá Andra. Já, það er ekkert annað. Já. Andri getur verið með betri prósentu en Grétar. Já, verður það klálega. Heimir sækir víti og sækir sér smá krampa í leiðinni síns mér. Heimir? Já. Já. Tekur hérna röltið út af og býður skiptingu. Já, hann hlýtur að fá hana. Hjörtur að koma inn fyrir hann í vörninni, Orri kemur á línuna. Já.
Já, Hjörtur kemur aftur inn á og Einar Pétur og Orri. 38 í Garðabæ og Stjarnan á leikli, nei, Selfoss á leikli. 38. Jepp, vinnur. Hér eru 5 mínútur eftir og 25. 18. 18. Já, Stjarnan á 5 mörk á Hauka í kvöld. Já. Og er að spila mútið Hauki Þrastar. Já. Já, nú mætti hending koma. Já, við minni teik. Já. Heiðmars Felixsonar sonur. Heiðmar ennþá að spila úti. Er ekki fertur eða? Svipuðum aldrei við. Aðeins yngri. Hann er ekki að svipuðum aldrei við. Hann er aðeins yngri, hann er ekki mikið. Hann er ekki 75 eða eitthvað. Já, er það ekki svipuðum aldrei við? Nei. Nei, ok. Það er langt í að hann verið 50. Þú ert að verða 50. Það er svolítið í að ég verið 50 reyndar. Já. Herðu, Hjörtur, Óli. Einar Pétur á línu. Það er bara eiginlega meiri tvær en áðan. Já, ég átta mig ekki alveg að því okkur er ekki hann ekki út af. Nei, það er líklega af því að það er bara svo lítið eftir og leikur er búinn. Já. Einar Pétur á henni línumæður. Orri í hótni. Hann er 77 mótilið. Já, sjö. Þetta voru skref. Þetta voru skref á Hjörtvin. Við sáum bróði þessa brjálaðan hérna á laugardaginn. Nú býtum við. Andri Sigfússon stóð upp núna og léti vel í sér heyra. Já. Og hérna, Guðmundur Árni var hérna á... Új! Þetta var... Já. Það var árustur. Heiðmar er 77. Það er staðfest. Þú er talið með endalisa heimildamennina. Já, þessi er í Þýskalandi. Já. Býð eftir nýju flottu starfi. Vona að fái það. Óli. Já, vel varið hjá Alex. Nei, Axel. Já. Og það er Óðinn Freyr Heiðmarsson sem setur hann. 5 marka munur. Já, 2 mínútur eftir. Já, Gunni er að vera pirraður. Það er 10 marka munur. Í Mýrinni. Já. Og Einar Pétur. Einar Pétur með sitt 3. í leiknum. Spilaði bara seinni hálfleikinn. Já. Lína, já. Og Dór, já. Óli og Halldór, já. Stöngin. Það er Ásgeir, Dóri og Atli sem hafa ekki skorað í þessu leik. Atli reyndar ekki búinn að koma inn á. Farið úr utan yfir búningnum. Nei. Hann er búinn að vera meiddur síðan í FH-leiknum. Já, hann er ekki eins og í skó. Nei, hann er kominn úr þeim. Hörðu, það eru 40 sek eftir, 6 marka munur, úrslitin klár hérna og úrslitin klár í Garðabæ líka. Þar er 4 marka munur og 10 marka munur, 4 mínútur eftir og 10 marka munur. Það er orðið klárt. Það er þá klárt að Stjarnan og Haukar eru komnir í Final Four. Já. Og bara spurning með morgundaginn. Hvernig fylgja þeim? IBVF á Afturhelding.
Ég ætla að velja hérna Origo leikmaður leiksins fyrir Haukatíð. Fyrir popkastið. Það er Ólafur Ægir fyrir mér í dag. Já, ég er samanlega. Ólafur frábær leikur hjá honum. Reyndar voru bæði Gretar og Andri flottir. Í 50 eitthvað. Það sér ekki oft, en ég er bara Fjölnir bara með léleg skot og annað. Já, Fjölnir bara, eins og ég segi, þeir voru hálf dauðir í þessu leik. Lélegir það. Því miður. Herru, en við erum góðir? Já, við erum góðir. Fylgist með á morgun. Hinum leikjónum og Final Four klárt hér. Kvennalið Hauk á morgun. Upp í Grafavogi í 8 lögúrslitum. Þannig að Haukafólk mæti þar. Við þurfum hjálp og að koma báðum liðum í Final Four. Já, það er langt síðan að voru bæði lið frá Haukum í Final Four. Það væri gaman. Herru, takk fyrir okkur. Takk.